Þátturinn unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Hlusta.is, hljóðbókasafnið þitt, alltaf við höndina. Komiði sæl og verið velkomin að skjánum. Næsta hálftíman ætla ég að bjóða ykkur í ferðalag. Já, þið heyrðuð rétt því það svo sannarlega hægt að ferðast í huganum þrátt fyrir heimsfaraldur og skertar flugsamgöngur. Og það það sem við ætlum að gera í dag. Við ætlum að fara alla leið til Afríku með aðstoð viðmælanda dagsins. Sá fyrrum verslunarmaður og bæjarpólitíkus hér á Akureyri, en hann heimsótti Sambíu í fyrsta skipti fyrir tæpum 3 árum síðan og vill nú hvergi annars staðar vera. En við skulum byrja því að kíkja á vegabréfið hans. Velkomin í þáttinn, Siggi. Takk fyrir það. Og gaman að ég skildi ná á þér því að þú ert búsettur meirihluta ársins í Sambíu, ekki satt? Já, ég búin að vera þar núna í, hvað maður að segja, rúm 2 ár núna, svona mestmegnis, kem hérna heim svona þegar stákaði tímabili byrjar og börnin eru fann að óska eftir nærverunni. Já, en Sambía, það ekki allir sem vita hvar Sambía Hvar þetta land og hvernig land þetta? Sko, Sambía náttúrulega eitt af þessum gleymdu löndum í Afríku því að þarna gerist náttúrulega ósköp lítið, þarna mjög friðsælt þetta land á ekki neinum erjum við nágranna þjóðir sínar. Það engin borgarastríð búin að vera síðustu hálfu öldina eða svo. Og líka það að þarna eru flugsamgöngur frekar erfiðar. Það semst engar beinar flugsamgöngur frá Evrópu. Þetta ef þú ætlar að heimsækja Sambíu þarftu að fara í gegnum einhver önnur Afríkulönd til að komast á áfangastað. Og þetta náttúrulega sem í dag að fólk vill helst ekki taka einhver tengiflug til að komast á áfangastað, heldur fljúga bara beint. Og það bara ekki boði í Sambíu. Nei. En já, hvernig land þetta? Sko, þetta Afríkuland, á hverju lifir fólkið? Þarna námugröftur, útflutningur á kopar, stærsta atvinnugrein, og svo annar námurekstur, það örlítil ferðaþjónusta sem vaxandi sem betur fer, en þar kemur reyndar á að uppbygging þar frekar hæg út af einmitt þessu samgönguleysi beint til landsins. Já. Þannig að túrisminn kannski mest í kringu Viktoríufossana, en menn ekkert að fara meir út á land heldur en einmitt þar, sko. Og þú ert búsettur í höfuðborginni? Já, ég búsettur í höfuðborginni Lusaka, sem, íbúafjöldin eitthvað milli 2 og 3 milljónir, það rauninni veit það enginn, sem svona, einhver 15% af heildar íbúafjölda landsins. Og það mikið fátækt þarna, það ekki? Verður var við það? Já, þú sér það náttúrulega á hverjum degi og það náttúrulega svona samkvæmt þessum alþjóðlegu stöðlum yfir 2/3 hlutar þjóðarinnar undir fátæktarmörkum. Ég myndi nú kannski halda að sé bara yfir meira ef eitthvað Því að þarna lifir fólk eða svona bara degi til dags, atvinnuleysi náttúrulega alveg gríðarlegt, þú veist, und fólk, þú veist, undir 30, það bara hendingu að fara vinnu, þannig að fólk horfir svona að reyna að kaupa og selja eitthvað þennan daginn og á kannski pening fyrir næstu 2-3 daga, en þetta bara mjög erfitt líf, eins og víðar í Afríku. Já, mér skilst það að sé töluverð vannæring þarna. Já, hún náttúrulega alls staðar í Afríku og það í rauninni hver þjóð hefur svona ákveðna undirstöðu í matvælum. Asíuþjóðin í hrísgrjóm, þarna maísmjöl nota mikil, sem svona grunnur, svona maísgrautar og annað sem hálf næring og snauður. Þannig að það alveg sama hvað þú borðar mikið af hann, þú ert eiginlega alltaf svangur, þú sést með fullan maga, ferð ekki næringunum sem þú þarft. Og já, það náttúrulega bara endalaus vandamál í öllu í Afríku í heild sinni, En hvernig kom það til að þú endaðir í Sambíu? Það var semst í febrúar-mars 2018. Það nú fengið eitthvað í skrúfunni hérna heima og þurfti nú að komast í frí. Og slóst í för með félaga mínu sem var að fara í stutta vinnuferðarnir. Og það sem ég nú
svona þekktu fyrir að taka svona ákvarðanir bara, já, gerum þetta. Þannig ég ákvað með einhverju dags fyrir var að fara bara með honum og heillaðist bara af þessu landi algjörlega frá fyrsta degi og sá bara fram á það að ég þyrfti nú að koma þarna aftur, þetta var nú stutt ferð hjá okkur, rétt rúmlega vika, ég þyrfti nú að koma aftur og skoða þetta hans betur og taka þetta hans betur út. Og svo eins og lífið bara, þá hitti maður einhvern og maður vill vera lengur þarna og þetta bara spann upp á sig og ég flutti bara. Og þú giftur maður þarna í dag? Já, ég gifti mig núna í vor, eftir vor, sumar, á maður að segja, við ætluðum nú að gifta okkur í vor og svo kom COVID og setti þetta allt í uppnám, en við ákváðum að láta slag standa og tókum svona fyrsta þrepið að 3 að klára þetta. Þannig að það bara tóm hamingja. Hvar kynntust þið? Við kynntumst í rauninni bara á veitingastað þar sem við vorum að fara út að borða 3 félagar. Þegar ég fer fyrst í Sambíu þá semst 1 Íslendingur sem býr í Sambíu. Og allt í einu eru orðnir 3. Þeir voru báðir semst með maka og þetta nú svona kristin þjóða upplægi og það þykir ekki til siðs að séu 3 karlmenn úti með 2 konum eða öfugt. Þannig að það þurfti að finna fyrir mig borðdömu og þetta gerist bara þarna fyrstu 24 tímanum sem ég í landinu. Og þessi... Það var bara kynntur fyrir konu og þú fellur bara fyrir henni? Já, svona sessunaut, sko. Og ég fannst hún að vera hálf þurra manni svona til að byrja með, en hún vann mikið á og við erum gift í dag. Þannig að þetta rauninni, eins og ótrúlega þetta er rauninni fyrsta konan sem ég tala við í Afríku, sko. Og hún kona mín í dag. Já. En sem sagt, enska, það er tungumál sem ríkjandi þarna? Já, enska opinbert mál í Sambíu. Opinbera mál í sko eru 72, jafnvel 73, svona eftir hvernig litið á það. En já, enska svona, já, má segja að sé svona 95% af fólkinu sem talar ensku, kannski út í sveitunum svona kannski minna ensku þar sem eru þá máliskur meira ríkjandi. Já. Þannig að það er auðvelt að gera sig skiljanlegan. Já, þú lendir aldrei vandræði með það. Þetta var náttúrulega bresk nýlenda. Já, þannig að já, svona ákveðna breskar hefði náttúrulega líka þarna inni ennþá, en þeir náttúrulega vilja ekki sjá neitt sem brest í dag, þannig að það er svona sem hverfandi. Þeir eru stoltir? Já, Afríkuþjóðir eru gríðarlega stoltar og það svona kemur stundum í bakið á þeim í þróun í rauninni að vera með, já, vil ég segja, bara beint út rasisma gagnvart hvítamannum og vilja gera allt sjálfur þó þeir hafi ekki endilega menntun eða þekkingu á að gera hlutina. Já. Að þeir eru mjög tregir að sækja sér aðstoð til annarra þjóða. Þannig að, já, þetta er svona eitt af því sem að hrjá Afríku í dag. En hvernig þetta í höfuðborginni sem þú býrð í? Hversu nútímaleg hún? Hún mjög vestræn eða? Já, hún mjög vestræn og menn spyrja sko hvernig gengur að kaupa pinn og svona sko. Það eru mjög góðar kjörbúðir sko. Við erum að tala að það eru miklu betri, skemmtilega uppsettar meira úrval heldur en í kjörbúðum heima og þetta er það sem kom manni mest á óvart. Ég held að færi bara að kaupa eitthvað geitakjöt á einhverjum mörkuðum og kaupa bara mjólk beint af geitinni, en það er ekki svoleiðis sko. Það er allt þarna, en þetta er bara í öðrum skala. Matvörubúðirnar fínar, en í rauninni allt annað er svona dálítið niðar heldur en við eigum að venjast og þá sérstaklega í úrvali. Þetta er mjög áhugavert allt saman, Sigurður, en við ætlum að taka örstutt hlé og hleypa auglýsingum að, en hér rétt á eftir þá höldum við áfram að tala við Sigurð Sambíu og fleiri Afríkulönd sem hann hefur heimsótt. Þátturinn er unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Hlusta.is, hljóðbókasafnið þitt, alltaf við höndina. Heil og sæl aftur, hér hjá mér situr Sigurður Guðmundsson, fyrrum verslunarmaður og bæjarpólitíkus á Akureyri, en núna ertu búsettur í Sambíu og hvað, á ég að kalla það athafnamann eða hvað ertu að gera þarna niður frá? Heyrðu, ég að gera svona eitt og annað, við rekum litla netverslun
Við erum að selja svona þetta sem okkur finnst vanta inn í svona þessa flóru sem búið þar. Við rekum lítið fyrirtæk sem í svona hugbúnaðargerð, erum að selja hugbúnað fyrir hótel, veitingahús, verslænir og erum að selja þá hardverið eða tölvubúnað því tengdu og erum svona alltaf einblína á hótelgeirar í uppsetningu á þeirra tölvukerfum, myndavélakerfum og sem kannski ekki endilega besti geirinn í dag, þetta nú allt meira og meira lokað en ef maður ekki bjartsýn á hefur maður ekki nýtt. Nei, ég veit. Þannig maður vinnur í þessu og svo erum við að setja saman svona vísi af ferðalagsskrifstofur núna í vetur, ætluðum reyndar að bjóða upp að fyrstu verðurna núna í haust en svo kom COVID, þannig að við bara vinnum áfram baka til og verðum þetta tilbúið svona þegar nær dregur. Segðu mér þá frá því, ef maður ferðamaður og kemur til Sambíu, hvað fer maður að skoða? Það náttúrulega eiginlega glæsilegustu þjóðgarðar sem finnur í Afríku. Að þú skoðar 10 bestu þjóðgarða Afríku, þá kannski 5, jafnvel 6 í Sambíu. Og það mjög stór hluti af Sambíu sem griðland, friðland, þjóðlendur og þjóðgarðar. Þannig að, og eins og koma inn á þann, þá túrisminn svo lítill. Þannig að þú ert að fara inn í stóra þjóðgarða. Að það kannski koma 20-30 manns á dag og þú keyrir allan daginn og ert að skoða alls konar dýr og þú sér aldrei nokkurn einasta mann. Náttúrulega þú verið í Kenía eða Suður-Afríku þá áttu kannski að keyra í hálfgerði bíla, bara garðarna með endalaust af fólki og myndavélaflössum og þannig ertu meira bara einn. Þið bara hleypt innum inn í þess að þjóðgarða? Já, þú getur gert það. Þú getur bæði keyrt sjálfur eða fengið gæt og keyrt með eða farið inn í skipulagðar ferðir. En þetta sem við ætlum að reyna að bjóða upp og að fara bara með fáafarþega, kannski 4 til 6 eða eitthvað slíkt. Þó einu með 2 bílum og við keyrum bara sjálf. Og þá ertu með frelsið til að stoppa og stoppa í það langa tíma, það langa til að sjá hvort þú vilja horfa á ljóni í klukkutíma eða 500 fíla í 3 mínútur þá þú bara skipuleggur þinn tíma sjálfur. Sem þetta skemmtilega við að keyra sjálfur inn í görðan. Og þú ert kannski að letta á þér fyrir utan bílun og það ganga fram hjá 40 fílar og það 10 metra í þú. Þannig upplifir ævintýri með því að gera hlutina sjálfur eða keyra sjálfur. Hefur aldrei verið hræddur þarna? Margoft og en maður í rauninni læri það með tímanum að öll dýrin, alveg sama hvað dýr það eru nema þá kannski vísundurinn sem svona þetta óútreiknanlega dýr sem á landi og svo flóðhesturinn sem í vatninu og þessum dýrum heldur þið bara frá en með ljónin og með gírafana og fílana og þá hvert dýr með bara sitt svona hvað maður að segja, svona sitt zóni eða sitt svæði og þú bara virðir bara ákveðin mörk þannig þá ertu aldrei að hættu og þó að labbi ljón framhjá þér í opnum bíl að það gerir ekki neitt því að þú ert ekki að gera neitt á móti þannig að ég hef orðið hræddur við flóðhesta og ég hef orðið hræddur við ljón og þannig að það alveg sem náttúrulega hluti af þessu líka það þessu upplifun. Já. En svo eru náttúrulega Viktoríufossarnir þarna. Já, það þetta var eins undarlegt að þegar var lítil voru svona teiknimyndablöð sem hétu Sígildar sögur og þar var eitt blaðið Livingstone sem sá sem fann Viktoríufossarna eða fann þá ekki, hann kom að þeim hann náttúrulega fullt af fólki áður en hann kemur og þetta satt í mér og kveikti í mér þegar mér í rauninni bauðst að fara til Sambíu fyrst að þá var einmitt að fara og þá satt í mér einmitt þetta var það sem Livingstone var og fara að skoða Viktoríufossana sem náttúrulega stórfenglegir. Er þetta eins mikil upplifun og fólk vill láta af? Já, þetta líka spurningum árstíman sem þetta koma þar. Já. Að við förum fyrst í mars og þá náttúrulega í lok regntíma og mikið vatn og þú þarft í rauninni að sjá fossana bæði frá Sambíu að fara við til Zimbabwe þar sem 75% af fossana liggja til að sjá fossana. En
þú sérði ekki rosalega mikið á miður regntíma. Því að vatnið svo mikið, úðinni svo ævintræðilega mikil. Já. Að þú stendur bara regnjakka og þú sérði alltaf fram fyrir tærnalöður. Þannig að fara semst á hausti, eins og við kallum haust, þar sem vatnið minna, ég ekkert minna mikilfenglegra þó að það sé minna vatn en þú hefur bláan himinn og þú sérði alla fossan. Já. Þannig að þetta er upplifun. En hvenær besti tíminn til þess að heimsækja Sambíu? Sko það eins og þú segir, það í rauninni bara hvað viltu sjá. Upp á safari að gera svona best að fara í lok þurrkatíma og þá eru dýrin farin að þjappa sem á saman, það minna vatni, það minna grasi, þannig að þú kannski sjá fleiri tegundir á afmarkar á svæði. En sko skemmtikraftasafari sem fórum í var á miðregtíma og við höfum aldrei séð jafn mikið. Þó að þrátt fyrir sko, í Sambíu náttúrulega þetta bara eitt frumskógur. Þú veist, það engar sléttur með einhver útsinni, einhverja mílur. Þetta eru bara, þú ert bara í skógi. Og þar keyrðum við bara einhverja þjóðgarð. Það voru bara endalaus dýr. En þetta náttúrulega snýr líka heppni. En þú ert öruggari, eins og segir í lok þurrkatíma. Já. En nú ertu náttúrulega komin þarna niður til Afríku og það hefur gefið þér tækifæri til þess að heimsækja fleiri Afríkulönd, er það ekki? Jú. Hvert hefur verið að fara? Herri, ég semst farið til Zimbabwe og sem að þarf nú ekkert endilega að vera heimsækja eitthvað mikið núna næstuna, það nú allt komið í hálfgert uppnám þar. Botswana, þar eru frábær safari og Botswana liggur að landamærum Sambíu við Viktoríufossana og það alveg stórkostlegt að fara í safari en það reynda komin í svona hálfgerða lest af túristum sem eru að fara á sömu leið. Kenía búin að heimsækja og ég skoðaði með þessum í Eþíópíu og svo farið þarna norður og ég farið til Egyptalands og... Já. Hvernig fannst þið það að fara til Egyptalands og byggja á píramídan og þetta? Það var, sko við vorum heppin þar líka. Við fórum þar í fyrra haust eða hvort það sé 1,5 ár síðan. Að það ekkert að vera. Þetta tiltölulega stutt eftir einhverjar hryðjuverka árásir. Þannig að túrismin var bara alveg niður í botni. Og þetta sem að bjóst við píramíduna, þannig eru þau sko 1000 manna og fleiri 100 rútur, það bara var engin sko. Og svo fyrir við eitthvað annað en í eyðimörkinu og skoða aðra píramída. Já, situr náttúrulega í okkur á síðan bara 3 píramídar sko. En það eru eitthvað tæplega 120 píramídar í Egyptalandi. Þannig að það var, gríðarlega gott að vera og fólkið svona ágætt en mjög fróðlegt að koma ángað og sérstaklega með að lenda ekki með túrisma. Já, einmitt. En ef við færum okkur aðeins aftur til Sambíu, þú býrð þarna núna, ertu orðin heimamaður? Já, ég vil meina það sko og það kostur við Sambíu, þeir eru mjög glaðlyndir, þeir eru mjög félagslyndir, þeir eru mjög vinalegir og þú ert mjög fljótur að aðlagast og eins og ég bara, þú veist, ég rauninni sett mig niður hvað sem sko, ég á mjög gott að umgangast fólk, ég á mjög auðvelt með að tala við fólk og þá þú ert bara tekin innan leið og það ekkert, það engin fordóma, það það sem við gerum stundum þegar við ferðumst að við viljum einmitt halda í okkar hefðir og við myndum einhverja litla grúppur í einhverjum félögum sko. En þannig þetta bara eins og þetta En fyrir bæjarpolítíkus, hvernig það að vera búsettur þarna í Sambíu? Mér skilst nú að pólitíkin sé nú allt svakalega þarna. Það getur verið mjög erfitt sko og það náttúrulega gríðarleg spilling og sem erfitt að þegja sko. Já, maður náttúrulega aldrei geta þagaður nokk skapaðan hlut, þannig að maður gaggrínir opinberlega þarna líka hvað manni finnst vera að sko. En það aldrei að vita, ég ætlaði nú að hugsalega lítið eitthvað á pólitíkina þarna. Já, það? Já, ég var að hika sko. Áttu eitthvað séns? Nei, ekki sjálfur, en ég á að starfa með mönnum sem hafa áhuga að fara inn í sveitarstjórnum eða semst inn í borgarstjórn þarna í Lúsaka. Og ég veit bara þessi litla reynsla sem maður hefur sjálfur héðan gæti breytt ótrúlegustu hlutum. Bara í þjónustu og alls konar umhverfi í þessari pólitík.
Hverju þarf helst að breyta þarna? Það náttúrulega skriffinnska fyrst og fremst sem hún stjarnfræðileg og maður skilur alla stundum að skuli standa ennþá tré í Sambíu út af pappírsnótkunni hjá þeim í öllu. Það að færa þetta svona aðeins nær okkur í tíma með aðgengi að upplýsingum og kannski nota netið hans meira, sem þó út allt. En það kannski vera að nota bara rangan hátt. Siggi, þú ert töluveru veiðimaður. Ég veit, þú ert ekki að veiða stóru dýrin sem við erum að tala hérna, en heldur hefur verið svolítið í stangveiðinni og það ágætis möguleikar þarna á veiði í Sambíu, það ekki? Það eru frábæri möguleikar og við erum að veiða töluvert í Sambesi fljótinum, þar sem við erum að eldast við tækjarfisk og kattfiska og ýmsar tegundir og þetta ekkert ósvipað að fara í laxveiði hérna heima, nema þetta náttúrulega kostar bara brota því sem þetta kostar hér. Og þú getur bara veitt á innurskónum eða berfættur en við veiðum alltaf bátum þar því að við komum ekki nálægt vatnir út á krókdýrunum. Já, krókódílarnir, já, einmitt. Og hefur eitthvað komist í hann krappan í þessum veiðferðum? Já, við hefum fengið snaróðan flóðhest eftir okkur og þá vorum við að veiða í fyrra að báturinn rekur svona eftir ánni og við sjáum svona flóðhestahóp svona koma rólega. Og þetta eitt af þessum dýrum sem hún bara heldur algjörlega frá í Afríku flóðhestinni, þú veist aldrei hvað hann ætlar að gera. Og skyndilega tekur bara einn á rás í vatninu og maður trúir ekki hraðan sem geta tekið í vatninu, þeir koma ekkert smá syndandi, þeir koma bara stökkvandi í vatninu á fullri ferð eins og hundar á sama hraða. Og það var utanborðsmótor og gætir sem var með okkur, hann rétt náði að koma bátnum í gang þegar voru svona 2 metrar í hann. Og ég get sagt að ég komið fram í stefni og var viss á því að þetta væri eiginlega bara búið hjá okkur. Þetta bara það sem fylgir. Maður bara fara á valinu. Já, einmitt. En þessi lífstíl þarna niður frá, það allt hægara einhvern veginn, tempóið hægara? Já, þetta í rauninni eins og að vakna í sumarbústað sem út búin að vera í 2 vikur. Það allt á þessum hraða. Þú vaknar bara rólegur, þú sofnar rólegur hver einasta kvöldu og það ekkert áreiti. Það ekki bara fínt fyrir blóðþrýstinginn? Já, ég með, ég var með hafa blóðþrýstinginn fór út, hann aldrei verið beturlendur en við núna. Þannig að þetta henta mér mjög vel. Og náttúrulega hittast ég náttúrulega, veðurfarið náttúrulega frábært. Þannig maður segja að sé bara 27 stigi hitti allt árið kring. Koma þetta kannski einhver mánuðir í júni sem kaldur og svo október, nóvember sem geta verið óþarlega heitir. En svona heilt yfir veðurfarið náttúrulega bara frábært. Hljóma mjög vel. En ég reikna náttúrulega með því, Sigurður, að við heyrum örugglega meira frá þér og Sambíu ef þú ferð eitthvað á fullt með þessi ferðaskrifstofu blönn. Já, menn verða bara að fylgjast með og endilega líka menn vilja koma. Það sem okkur langar til að það að færa fólki bara Afríku. Þú komið bara, heyrið bara í okkur og við setjum eitthvað upp fyrir okkur og þið bara komið og skoðið þetta. Í staðinn fyrir að fara venjulega rúnd til Torrevecca hver sem menn að fara, brjótið bara líf ykkar upp. Þetta miklu stærra heldur en þetta sem við erum vön. Og fólki líður bara betur eftir á. Já, maður náttúrulega bara þetta eina líf, þannig að það náttúrulega að gera að reyna að lifa því. Við getum vaknað upp 67 ára gömul, farsæl, en við erum ekki búin að gera neitt í lífinu. Og þetta það sem margir miskilja, að þeir bíða allt og lengi með að ferða, skoða heiminn, ná sér þekkingu og kannski ná meiri skilning á hvað þetta líf snýst. Og það gerur ekki með því að sitja bara heima. Ég held að við fáum ekki betri loka orð hérna í þáttinn. Takk kærlega fyrir komuna, Sigurður, og ég segi bara góða ferð til Sambíu. Takk fyrir það. Og við ykkur áhorfendur, við þökkum áhorfið og sjáumst aftur næsta mikudag. Þátturinn unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Hlusta.is
Hljóðbókasafnið þitt, alltaf við höndina.